Meta skal umhverfisáhrif jarðhitarannsókna í Gjástykki samkvæmt niðurstöðu Skipulagsstofnunar. Upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar segir niðurstöðuna vonbrigði en á von á því að við hana verði unnað. Skipulagsstofnun hefur ákveðið að borun rannsóknarholu í Gjástykki skuli í mat á umhverfisáhrifum. Upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar segir úrskurð stofnunarinnar vonbrigði en við hann verði unnað vegna seinagangs við afgreiðslu málsins. Í niðurstöðu Skipulagsstofnunar segir að fyrirhuguð borun rannsóknarholu í Gjástykki kunni að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því háð mati á umhverfisáhrifum. Þann 25. mars síðastliðinn tilkynnti Landsvirkjun fyrirhugaða borun umræddra rannsóknarholu til Skipulagsstofnunar og leitaði þá stofnunin álits 7 umsagnaraðila. Umsagnir bárust innan 2 vikna frá þeim öllum nema frá iðnaðarráðuneytinu og Ferðamálastofu sem skilaði ekki áliti. Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra, lýsti því yfir á dögunum að hann vildi að jarðhitarannsóknir við Gjástykki færu í mat á umhverfisáhrifum, en iðnaðarráðuneytið skilaði inn áliti sínu þann 8. júlí, rúmum 3 mánuðum eftir að óskað var eftir umsókn ráðuneytisins. Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir úrskurð Skipulagsstofnunar valda vonbrigðum, en hann hafi ekki komið á óvart þar sem álit iðnaðarráðuneytis vegi þungt í svona málum. Hann segir útséð að ekki verði rannsakað í Gjástykki á þessu sumri vegna þessa og gagnrýnir hversu langan tíma ferli málsins tók. Hann segir óvíst hvort niðurstöður jarðhitarannsókna liggi fyrir áramótin 2009 eins og stefnt var að og segir að áfram verði lagt kapp á jarðhitarannsóknir á hinum 3 jarðhitasvæðunum sem menn horfa til vegna orkuöflunar fyrir mögulegt álver á Bakka.